Herru Falur, innlega til hamingju með þetta. Takk hérlega. Þetta var 3-1. Já. Fyrir utan hennan eina leik hérna daginn, þá var þetta bara nokkuð örugt hjá okkur. Já, ég er bara virkilega sáttur með hvernig við erum að spila og það búið að vera góður stígandi í hópnum og hérna, ég er bara virkilega vel gert hvernig við framkvæmdum þennan leikskipulagið í dag. Það er Markus og Sördan mjög illviðráðanlegir en ekkert síður eru Íslendingarnir og bekkurinn hjá okkur. Já. Hvað svona, þegar þið komið inn í þetta einvígi, hvað var svona það sem við lögðum upp með? Já, sko, öfugt við vestra einvígi, þar sem við þurftum stóru strákarnir þurftu að stoppa stóru mennina hjá vestra. Þá var þetta meira svona bakvarða-oriented lið. Þó þeir séu virkilega með stóra menn, þá eru þeir ekki jafn öflugir eða sóknarlega. Þeir leggja mikið upp úr average sem er alveg fáralega góður skorari sko. Hann er ekki geggjaður skytta eða hann getur hitt en hann er bara rosalega góður skorari. Kemur boltanum von í körfuna og gengur mikið út af það og við okkur gekk bara vel að halda okkur við okkar plan í vörninni. Fjölnir komin með á þeirra bestu og hérna er ekki bara mikil spenna í gráinu fyrir næst tímabili? Það er ástæðan fyrir því að ég má segja persónulega þegar það var haft samband við mig fyrir 2 árum. Ég er þeirra skoðunar og hef alltaf verið að Fjölnir er með þannig staðsetningu, stórt hverfi og þeir eiga að vera í efstu deild í körfubolta og ég tók þessari ákvörðun að reyna að koma þeim upp. Það tókst árið 2. Ég er bara virkilega sáttur, stoltur að vera partur af þessu. Það er bara einlega til hamingju með það.